were trouble when you walked in. Taylor Swift á FM 957. Hvað séu þið gott fyrir? Ég er bara að segja allt frábært en þú, Jón mín. Ég er bara dásamlegur. Segðu hæfi fólkið. Hæ fólk. Hér eru mættir Jón Gunnar Gerdal og Sverrir Bergmann í næstum því FM 95 blöð. Já. Eða FM 95 næstum því blöð, því að Auðun Blöndal er með bráða ónæmi fyrir því að vera á Íslandi. Já, hún er líka mánudaga ekki dómslega vel, sko. Nei, hún er meinítlega mánudaga og sérstaklega þennan mánudag því að ekki það hlakkaði í mér í gær. Hann var sérstaklega á leiknum í gær, Tottenham Manchester United. Hlakkaði pínu í mér í hádeginu í gær því ég sá átt að kannski fresta leiknum. Ég hló pínu inn í mér, vitandi af sköllóttu steikinu. Það voru mikið spenna, ég veit að voru að tala það hérna á föstudaginn síðasta. Já. Það voru mjög spenntið fyrir, hann myndi allan að komast út, en svo myndi allt fara í voða, sko. Hann elskar útlönd, litli sveitastrákurinn, sem er skemmtilegt. En leikurinn endaði 1-1 í miður fyrir okkur, Ingu Eysteins, sem er hérna með okkur. Þetta var eiginlega hálf ömulegt, sko. Já, við fengum svona United klárar alltaf síðustu sekundunum í andlitið í gær. Já, gott að okkur. Já, en sjáum til, við klárum þetta. Já, það er fínt, leiknum hefði bara verið frestað með hvernig þetta spilaðist allt saman. Já, ég er sammála. Ég var eins og vætart hlegin og sá þegar Carlos Tevez vann leikinn fyrir okkur einmitt á 93. Það var svona pínu svona in your face fyrir okkur United mennina. En allavega, við ætlum að vera með okkur hérna til klukkan 6 í dag. Við ætlum að vera með helling af skemmtilegum innkomu. Við ætlum að heyra skemmtilegu fólki líka. Við ætlum að fræðast Sonar tónlistarhátíðina. Svo ætlum að fá snillingin og eðalmennið. Já. Ofurmennið. Já. Ólaf Þór Jóelsson, geimtíðibróður minn, hann ætlar að kíkja hérna í heimsókn. Kyntröllið Ólaf Þór Jóelsson. Við ætlum að ræða allt annað en töluleiki við hann. Nú? Við ætlum að kynnast Óla. Já, hvernig væri það? Það væri, við þekkjum hann á 2. Já, allt. Þvílíkur maður. Já, ég er núna í útlöndum, sko, byrja fyrir þér. Ég Las Vegas. Ég vil ekki heyra, ég var þarna reyndar. Já, ég veit það. Ég veit ekki gera. En svo ætlum við líka kemur líka hann Einar Mikael Töframar í heimsóm. Já, það er geðveikt, og Töframann í útvarp. Þvílík hugmynd. Já, þetta er, takk. Hvað ætlar hann að gera? Töfra fram laga? Ég veit það ekki. En með það sem ég hef heyrt, sko, það sem hann getur gert, og þessi drengur hann heillar mig. Hann er mjög skemmtilegur, Hann er mjög skemmtilegur. Ég er líka bara dáist að þegar fólk er svona ástríðufullt í því sem það gerir. Já, maður eiga það. Ég veit að ég var að rembastöðurinn að selja plötuna fyrir jólin. Já. Hann var bara gjörsamlega að moka þessu kvikindi sín út. Það var með eitthvað DFD-disk með töfrabröð. Já, mókseldi. Já, og svo var hann líka bara mæti með dúfur og eitthvað rugg, sko. Þú mætir ekki með dúfur í áratun, sko. Nei, hvað? Með fullri virðing fyrir pípónu, sko. Ég mætti með dúfur. Ég veit að ég verði til í sjá Bergmann með dúfur. Það er ekki Ossi Osborn bara. Ég þetta hausa, nei, allt í lagi, já. Já, þannig að hann aldrei komið spjalla eftir, svo ætlum við að fræðast markþjálfun. Hann hafði markþjálfun, Sónarhátíðin. Það er Sónar eða? Veistu hvað Sónar er? Nei. Nei, þú ert nú dansari. Já, ok. Við skaman að dansa, en ég veit ekki hvað er Sónar. Er það eitthvað svona house eða er þetta bara eitthvað svona... Þetta er bara allt milli himins, bara allt frá Ásgeiri Trausta, Retro Stefson, Guskus, bara Moderator, hvað þetta allt sem heitir og þetta er bara svakalega. Mér finnst þetta hljóma eins og svona eitthvað á klassíska gítar, sko. Já, nei. Nei, ok. Þetta verður eitthvað, sko. Er það? Þá breyta hörpunni bara í klúbb. Bílastæðahúsin í hörpunni verður breytt í klúbb, bara reif í bílastæðakjallarann. Það er þetta hljómar spennandi. Það hljómar pínu sexfílingar. Þannig að við ætlum að heyra í Margeiri Steinari Ingólfssyni, DJ Margeir og eftir hann að frá okkur þetta. Það sem Jón Gunnar það er Margeir. Það sem að 2 koma saman, það er Margeir. Það var gert hent að miklina. Því ég er gaman af DJ Margeir, svona er þetta bara. En við ætlum að líka spila fyrir ykkur fullt af góðri tónlist og við ætlum að byrja á vini mínum Kanye Kardashian West. Þetta er klikk. Is that the one fighting for your soul? Or your brother's the one that you're running from? But if you got money, forget, 'cause I won't so. Á FM 957, Sverrir Bergmann með ykkur og mér við hlið Jón Gunnar Gerdal, sá mikli öðlingur og kvikmynda sérfræðingur. Hann er einmitt með kvikmyndafregnir vikunar. Það er gott á mánudegi að byrja svona eftir helgina, vita hvað maður ætlar að sjá næstu helgi, því það er gott að plana það núna, því að svo fyrir restina af vikunni í það að plana helgina sjálfa, ekki satt, Jón Gunnar? Já, maður er með planið með byttuð fyrir þess. Það er gott að fara yfir. Mér er gaman að ég er alltaf bíógeðsjúklingur. Akkur ástu eyðileggja kynninguna fyrir mér. Þetta var frábær kynning, ég bara sjaldan heyrt annað eins. Það var að byrja mynd helgin í Bandaríkjunum sem heitir Mama. Já. Já, bara M-A-M-A. Þannig endilega að fara á YouTube og checka þessu trailer. Ég var bara að skýta á maður hræðslu yfir trailernum. Nú, hver er með það? Þetta er Guillermo del Toro. Já. Sem er náttúrulega snillingur. Betur hann hefur gert? Hann gerði Pan's Labyrinth. Já, hann er geðveikur. Framleiti hérna El Orfanato eða munaleysinga heimili hérna hryllismyndina. Og gerði hann Hellboy 2? Hann gerði reyndar Hellboy líka. Ég reyndar hafði gaman aðeins, sko. Ég var ekkert að segja að það verið slæmt, hún var geðvik. Hann er með svo góða stíl, sko. Hann átti uppálega held ég að taka Hobbitan. Hann átti upprunnilega leikstýra Hobbitanum. Og einhvað sem að hans touch á handritinu fyrir Hobbitanum fleira, þannig að hann fær kredit þar. Þannig að Mama opnaði í Bandaríkjunum helgina og bara gerði vel.
Þannig að ég hlakka mikið til að sjá mamma. Farið á YouTube og tjekkið á trillunum, kannski hendur hann minna á Facebookið og eftir eitthvað og leiði fólki að sjá. Hann svo vaðalur, en það rosalega mikið gott í bíó núna. Já, kóttum eitthvað. Ég einhvern veginn ekkert spenntur. Mér langar að sjá Django. Þetta ekki bara að sjá Django? Nei. Nei, þú verður að sjá Django. Ég mikill Tarantino-maður. Já. Elska Tarantino, allt frá bara 92 og Reservoir Dogs og okkur sko. Þetta besta myndin hans Tarantino. Já. Af mörgum frábærum þá þetta besta myndin hans. Ok. Ég elskaði Pulp Fiction, Kill Bill 1 og 2 frábærar, Inglourious Basterds, mjög góð fannst mér sko. En Jackie Brown vanmyndin, hann náttúrulega æðislegur. Þannig að þú verður að sjá Django. Þeir eru leikarinnir og allir dásamlegir. Ég fíla hennan austurska, nei hvað er það? Þýskur, Christoph Waltz sem vann einmitt Óskarinn fyrir Inglourious Basterds. Hann æðislegur. Já, hann geggjaður. Þetta kom mér óvart að því ég er í pínu fíl út í Óskarinn sko. Óskarinn ekki að tilnefna Tarantino fyrir leikstjórn, sem algjörlega bara ofar mínu skilning. Og svo Christoph Waltz og eini sem tilnefndur. Ég hef tilnefnt á alla. Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, bara all lið. Ok. Þannig að þetta bara ekta, þetta bara Tarantino á styrum. Þetta bara svona Pulp Fiction plus. Cool. Þannig að allir að sjá... Ég á það! Já, þú sé, janúar og februar uppáhaldstímabili mitt í bíó. Einfallega að því að þá svona gourmet tími í bíó. Rosalega mikið svona verðlaunamyndum, hvort sem eru Evróskar eða Óskar en af hverju það? Það að vera að húrra allt inn fyrir einhverja Óskarstilnefningar eða hvað? Bara íslensku bíóna frumsýna þær myndir sem eru með tilnefningar. Já. Þó að sé náttúrulega einhvað þeim búið að vera í bíó. Ég meina Life of Pi var jólinn og Hobbitinn. Silver Linings Playbook líka önnur mynd sem fólk þarf að sjá. Fólk kannski minna fyrir henni fyrir áramót en hún æðisleg með 8 tilnefningar. Bradley Cooper tilnefndur, takk fyrir Hangover. Þannig að hann hrikalega góður. Þannig að sorry, ég datt út. Já, þú dast, ég sá það, þú speysaður út. Þannig að það heilmikið að sjá í bíó. Svo Russell Crowe að fara að syngja í bíó næstu helgi. Það Les Miserables? Les Miserables. Ég held að hún sé góð sko, ég spenntur fyrir því. Það kannski bara söngvar að gera því. Já, ég er spenntur sko, þetta hrikalega flott, en ég bara fekk gæsahúð á staði þar sem hún fær ekki gæsahúð þegar ég sjá sko Russell Crowe syngi í trailerunum. Ég fannst þetta bara svona pínu kjánurhóttu sko. En ég er búinn að heyra fólki sem búið að sjá þessa mynd og þeir séu hún sér æðislega, en ég ætla bara að láta þetta korki í mig helgina. Ég held að sé svolítið svona þegar myndin byrjuð og þú ert komin inn í þennan, þetta náttúrulega bara eins og söngleikur, eða þetta bara söngleikur? Þetta söngleikur sko. Já, þá hlýtur þetta að vera lægi, en þú allt í nú sé bara gladiator mættur að syngja með einhverju bassa. Maximus ekki verið að mæta það með lægið. Nei. Já, ég viðurkenni það, ég hlakka til, þannig að Vesalíkandi byrjum helgina, svo Lincoln að koma á fleiri og fleiri. Þetta, ég elska janúar og febrúar bíó. Þannig að fólk ætti svo sannarlega kíkja í kvikmyndahúsin og Django eitthvað sem allir eiga að sjá. Það einfallega þannig. En áfram með góða tónlist. Með helmingi færri kaloríum en sykraðar gosdrykkir og inniheldur ávaxtasykur sem hækkar ekki blóðsykurstöðulinn. Prófaðu nýja Kristall Plus með ekta kókosnötu vatni og appelsínusafa. Kristall Plus, vatn sem bragðir af. Ekki kominn tími á smá ferskleika í lífið þitt? Veldu Stimrol tyggjó. Núna í bókum. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott blátt hrískununissa? Djammað í Garðabæ hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar og Ey. But it was 99 cents. No wolf on your noggin. What you knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the... I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that. Whoa. The built-in onesie with the socks on them. Whoa. I hit the party and they stop in that. Whoa. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Store heitir þetta. Thrift Shop. Thrift Shop. Næstu því maður. Gott lag. Ég hef gaman að þessu, ég viðurkenni það. Þú veist ekkert. Þú veist ekki. En þú getur dansað. Já, við ætlum að... Og þegar þú dillar þessu raskati... Takk. Þá veit maður að maður er á lífi. Já, það ekkert annað. Og talandi að dansa, við ætlum að fræðast Sónar tónlistarhátíðinni í Reykjavík 15. og 16. febrúar. Þetta verður einhvað. Við vorum einmitt að skoða síðuna. Já. Og það stekkur ekki einum artista bros. Já, þú hefur ágjörð því að ekki töff lengur að brosa eða úr tónlistarmaður? Það brosir enginn. Hér höfum við Múkisson, Ásgeir Trausta, við höfum Guskus, við höfum James Blake, við höfum Retro Steffson, við höfum Óla Arnalds, Gluteus Maximus,
Samaris, það akkurat engin brosandi. Það engin brosandi, ég ekki að grínast. CCA, Captain Fufano, þetta, ég veit ekki. Það meiri svo hópmynd, þarna, Blood Group. Já. Ekki til. Ég hörðu CCA brosa aðeins hérna, dætur hún Elínar Kristjáns, það eru sætur og finnar. Það gott að þið gliði einhvers staðar. Við þurfum að fara yfir með honum DJ Margir og eftir og af hverju brosir enginn sem verður á Sónar. Þeir kannski að spara það fyrir helgina, ég veit það ekki. En það má alveg brosa, ég meina hvað? Það má alveg brosa, byrju fyrir þér. En þarna verður gaman þarna. Ég hlakka til að fara í hörpunum bara í bílekjattarann og ég fór á rave síðast, held ég bara einhverstaðar í einhverju iðnaðarhúsnæði í Ármúla 1994 eða eitthvað. Er það ekki síðasta rave-partí sem var haldið? Það var bara síðasta rave sem var haldið. Já, ég hef aldrei fór á rave og fyrir mér er eitthvað rave. Já, rave fyrir mér eru rauðblikkandi ljós. Þetta er það sem ég ímynda mér. Bara eitthvað að gera sem ég vil ekki sjá. Allir í einhverju transi og... Já, þetta var bara DJ-ar, góð músík og, þú veist, maður var bara... Hvað er rave? Rave er bara svona danshátíð, bara partí, þú veist. Já, ok. Glimjandi tónar og allir að... Ok. Já, hreyfa sig eitthvað. Það er ekki flókið. Þannig við ætlum að heyra í DJ Margi hér á eftir og hörðu svo hérna eitt lítið mál. Já. Þú varst að segja að vera hættur að followa Justin Bieber á Instagram. Já. Hann er alltaf bara að posta myndum af sjálfum sér eitthvað í einhverjum stellingum og pósum og það er eitthvað sem ég nenni ekki að vera að fá í síma minn. Justin Bieber pósa á Instagram. Já, hann er alltaf með eitthvað súlandir svipa sjálfum sér með eitthvað allt og beinar derhúr sem er þetta mörgum fyrst töff sumum. Já, allan að hérna kemur allan að hann hafi helgina hent inn mynd af sér að múna á Instagram. Já. Myndin var hent út, en var búin að fá 86.000 likes og miljónir er búin að downloada henni. Shit, sko. Þannig að hann er bara að pósa og að henda inn mynd af sér bara að bera maður neðan. Já. Það er einhverjir Bieber-áttur sem vilja að sjá það. Það er aðra við barnaklám, sko. Já, það er aðra við það. Já, hvað er það gamall? Er hann ekki orðin 18 ára? Hann er orðin 18. Og ég er að segja. Rólur yngvinn. Hvað er að gera? Þetta veistu. Já. Ég meina, annarlega skemmtilega artist á margan hátt, sko. Hressandi lög og svona. Ég sá nú myndin hann hann og hún var nú bara... Já, mér varst þú skemmtilega. Já, gaman að sjá hvað þetta var til, sko, sem er alveg með ólíkindum. Fyrir bara allt og lítill patti á okkur götuhotni með einhvern risastóran gítar. Já. Og fantafínn á trómmunum líka. Já. En maður er kannski minna hendis á fóninn, en það er gaman að þessu, sagan er skemmtileg. Já. En næstu því að 595 blöð, Jón Gunnar Geirdal og Sverrir Bergman með okkur hér og eftir DJ Margjör og segir okkur frá Sónar-hátíðinni. Jú, og svo er Ólafur Þór Jóelsson rétt handa við hotnið. Við hvetjum ykkur til að hlusta áfram, hafið það gott fram að því. Friðrik Dór og Nóttins Svörst hér á FM 957. Gott lag. Já. Virkilega gott. Hörru, en við erum með best klædda plötusnúð landsins á línunni. Margeir Steinar Ingólfsson, verður sæl. Sæl, komdu sæl. Góðan daginn. Hvað segirðu gott, vinnur? Herðu, það er ágætt. Það ekki? Já, þetta annars. Okkur langar að fræðast, ég veit þó einhvað okkur langar að fræðast Sónar Reykjavík, tónlistarhátíð. Ég er búin að vera röfla einhvað eins þetta og svona og langar bara að tjekka á þeim sem veit allt málið og það ert þú. Akkurat. Þannig að ég ætla bara að segðu mig bara svona í örfámáli, hvað er Sónar fyrir þá sem þess fann sem veit ekki neitt? Já, Sónar er í raun og veru sko eitt af stærstu tónlistarfestivalum í heimi. Það var upprunnið í Barcelona fyrir einhverjum 20 árum síðan, þannig að hátíðin er haldið upp á 20 ára afmæli sitt í ár. Síðan hafa þið verið að ferðast heiminn og í samstarfi við svona lokal tónleikahaldara að setja upp festival. Og þeir hafa meðal annars gert það í São Paulo, Tokyo, Cape Town og nú er komið að Reykjavík. Takk fyrir. Já, og af hverju Reykjavík? Það var nú í sjálfsögur ekkert slókið. Við raun og veru eru opinberi aðilar Icelandair og aðeins líka búin að vera að leita og svona hvetja fólk til þess að setja menningar tengda viðburði upp. Ok. Og sérstaklega við vetrartíma, þar sem að vetrartíminn er frekar dauður. Já, svona frekar. Heimsóknir túrista. Og ekkert meira en janúar og febrúar? Nákvæmlega og þess vegna ákváðum við bara að fara og sækja þetta frábæra festival. Ok. Ég ætla sko fyrir mína parta verandi mikill músíkaaðdáandi og annað. Hér bara íslenska line-upið, dagskráin er mjög skemmtileg. Út með Gus Gus, Ásgeir Traustad, með Múkisson, út með Retro Steffsson, út með Óla Arnalds, Gluteus Maximus og ég veit ekki hvað og hvað sko. Akkurat. Valgeir Sigurðsson, Sóley, Samaris, Danins Jakob, Jassin, Fang Samaris, Human, Mooman, Blood Group, Casanova, Úlfur, þetta er alveg takk fyrir það. Frábæri listamenn. Og þetta er 15. og 16. febrúar. Hvernig er line-upin? Nú var maður erfið sjúklingur í ég, var ansið mikið í hörpunni.
Akkurat. Við erum í raun og veru bara svolítið að taka hörpuna yfir. Við setjum upp 4 svið. Það er 2 sem aldrei hafa verið sett upp áður. Notum Norðurljós og Silfurberg eins og gestir á Airwaves. Já. En svo setjum við upp sérstakt svið við Flóan sem er ansið skemmtilegt. Þannig að við erum svolítið að lífga aðeins meira upp á hörpuna en gert hefur verið. Þannig að mun svona yða af lífi og svo setjum við svona hálfgert svona ofur bílakjallara reif í bílakjallaranum. Já, ég var einmitt að reyna að útskýra fyrir strákunum hérna að ég hefði farið á reif bara held ég síðast 94. Hvað er, ef þú ættir að segja þeim, hvað er reif? Því ég var spurður að því hérna áðan. Hvað er reif? Hvað er reif, Margeir? Þú spilaði nú einhverjum í gamla daga. Já, nákvæmlega. Þegar það má eiginlega segja þegar ég var að byrja að spila svona kringum 1990, þá var ekki og var til dæmis danstónlist, hún var bara ekki spiluð. Hún var hvorki spiluð í útvarpi né á næturklúbbum. Okay. Þannig að svona aðdáendur danstónlistar eins og ég þurfti að skella upp svona partjum, sem við segja, svokallum reifum í yfirgefnum húsnæðum eða kannski, hvað segja, bílaverkstæðum. Já, eitthvað svona iðnaðar húsnæði, eitthvað svona. Iðnaðar húsnæði og það er bara í raun og veru það sem skiptir máli er bara hráleikinn, gott hljóð, flott ljós. Og koma að dansa? Og góð tónlist og fólk að dansa. Já. Og á þá sérst að breyta bara... Þetta er ekki flókið. Nei, þetta er nefnilega ekki flókið. Heyrðu það, Sverrir, þetta er ekki flókið. Þetta er geðveikt. Þannig að bílastæðahúsin í hörpunni verður breytt bara í klúbb. Í klúbb, algjörlega. Það er ekkert annað. Ég heldur reyndar að þetta sviði eftir að koma hvað mest á óvart. Já, ég ætla mjög spennt verið að sjá margt þarna. Bæði James Blake, Squarebusher, mikið þessu íslenska efna sjálfsögum Múkisson með þetta prógram sem hann er með og fleira. Svo einhvern veginn held ég að rölda niður í bílastæðakjallarann í hörpunni. Mann er búin að fara að leggja þetta margoft. Ég hlakka bara til að sjá hvernig þetta verður sett upp, sko. Já, akkurat. Við erum búin að setja upp Function One sem er eitt besta hljóðker á landinu. Það fer í bílastæðakjallarann. Okay. Og það er munið til dæmis aftur eins og Pachanga Boys spila. En Pachanga Boys áttu svona algjöran sumarhittar bara út allan heim á klubbum og festivalum og veit ekki hvað. Og þeir tróðu upp þarna? Þeir tróðu þarna til dæmis. Og ég veit að það er mikil spenningu fyrir þeim. Já, og það er hérna takmarkaða miðum í boði, skildist mér á einhverju sem ég las einhver staðar. Já, sko í heildina séð er þetta svona kannski cirka 2500 miðar. Ok. Slatt að koma frá útlöndum. Já. Við settum okkur takmarka að ná 500 manns frá útlöndum á hátíðina. Þau eru nú þegar mánuði fyrir gegn búin að ná því takmarki sem er náttúrulega alveg ótrúlegt fyrir svona hátíð sem er bara að vera að halda núna í fyrsta skipti hér á Íslandi. Já. Og svo er kemur eitthvað á Íslandingum, þannig að það er frekar lítið eftir að miðum. Færri komast aðeins vilja og miðasala væntala á miði.is? Já, og harpa.is. Ok, það er slæmt. Þannig að er þetta Airwaves vetrarins? En þetta er alltaf miklu meira svona elektrofílingur heldur en eitthvað annað? Sko, kannski, Airwaves er alveg frábært festival, en kannski heldur munurinn á Airwaves og þessu er kannski sá að Airwaves er showcase festival þar sem að kannski minna þekkt bönd og kannski bönd sem eru svona við það að meika það, að spila. Þarna er verið að miða á svona headlinerna sem að fólk er búin að meika það. Já, James Blake er nú aðeins búin að meika það. Heldur betur, sko. Já. Heldur betur. Já, ok. Og talar þú veist, sem er Mobile Disc og Squarebusher Modulator. YouTube Sakamoto. Þetta er þunga viktar. Já, það verður dansað í hörpunni 15. og 16. februar. Sverrir Bergmann, þú dansari, þetta verður einhverju því. Já, ég var þar að hreyfa fætur þarna. Það er svolítið svolítið. En Margeir... Svo kannski líka munurinn á þessu festivali og Airwaves er kannski sá að við erum alltaf líka með plötur svona á milli hljómsveita eða hljómsveitur á milli plötur svona eftir hvernig lítur það. Já. Þannig að það verður aldrei dauði tími. Aldrei dauði tími. Það verður bara keilt á þetta alveg frá 6 á daginn til 3 á nótt. Með jökulkaldan í hörpunni og stanslustið. Hljóma mjög vel. Já. Hörðu, miðasala á miði.is, Sónar Reykjavík, 15. og 16. februar. Margeir, takk kærlega fyrir spjallið. Takk sömuleiðis. Leystur. Good times roll við hæfi. Góðir hlustendur, það er komið að því. Ólafur Þór Jóelsson er mættur í settið og við ætlum að spyrja hann spjörunum úr sem er synd því að spjarir hans í dag eru einstakar. Vel gert, Óli. Þetta er ekki sem Já, nú er bara sitja allir og klóra sér skallan, veit enginn hvað ég heiti, sko. Jó, ég veit að, ok, hann er mættur hinn gaurinn í Game TV. Þetta er ákvæmlega þegar ég heyri alltaf. Nú, er þetta gaurinn í Game TV? Þetta er Óli? Ok, er mér sama það? Já, þú ert gaurinn í Game TV. Það er frábært. Herðu, nú ert þú í mjög svo vel samstæðari skyrtu og buxum. Ertu svolítið í tískunni, Óli? Já, þetta er bara nýlega dóttiðinn, sko. Já,
tískan þá? Ég var lúði hérna, ég held sér kannski 1-2 ár meðalega. Þá varstu lúði? Já, ég var lúði fram að því, sko. Lúði fram að því, ég var bara í svona áprentuðum peysum og hérna... En hvað skeiði svo? Kynntistu Sverrir Bergmann eða? Já, það þurfti... Hipstera góðið frá Skagafirði. Hipstera gósið. Ég get nú ekki sagt að ég hafi verið rosalega töff eitthvað framan af heldur, sko. Nei. Eða hvað þá í dag, ég veit ekki. Hvað var það? Hvað var það? Þú hafði bara ekki sens fyrir þessu eða? Nei. Landsbyggðin að drepa þig? Bara ekki neitt. Nei, ég bara... Söðakrókur? Það var bara það sem að tískuhúsið hafði til vals hverju sinni, sko. Já, tískuhúsið, var það verslun á... Það er, já, á Króknum. Já, það er, Rólur. Fyrir gæð. Þetta rosa. Herra Kópó alveg fýtt í sig. Ég minna renni gennum Krókinn að vesla mér, sko. Nei, þú ættir að gera meira því það er margt að finna á Króknum. Hlutir sem að þú getur ekki óra fyrir. Sköllótti söngvara, sköllótti útvarpsmenn. Fenguðu aldrei case-listan sendan eða? Jó, ég hef nú partað á case-listanum. En það er sko, það er sagt á Króknum. Ef það fæst ekki í skaffó, þá þarftu það ekki. Það er bara mjög basic. Fæst ekki í skaffó? Hvað er skaffó? Skagfirðingabúð. Já. Látt ekki eins og þú vitir það ekki. Látt ekki eins og þú vitir það ekki. En hvað, við máttum ekki ræða við Óla tölvuleiki? Nei. Áhverju ekki? Bara, það er, þú veist, jú, við megum það alveg. Við máttum ekki ræða við með helvítið stóttanarleik. Það er bara svo mikið meira sem maður hefur að geyma. Já. Hvað? Hörru, Sköllótti gæðin sem ávaxli að vera hérna, Auðun Blöndal. Hann tiltölulega nýlendur, hann var í London á þessum B-vindis leikíkjær. Já, rosa leikur. Við tókum, sko, United á United. Hvað ætlar að gera því? Já, ég veit, við vorum að ræða þetta ná, sko. Þið tóku þetta... Hvað þýðir það að taka United á United? Já, það er að, þú veist, United skora öll sín mörkju uppbóðtíma. Já. 1-0, snjókom í London, það var komið. Hver skoraði? Hver setti þetta mark? Dempsey draslið. Dempsey, hann er rosalega. Bara hann fyrir þá sem vita ekki, þá er Ólafur Þór Jóelsson hinn Game TV-gurinn, hann er Tottenham aðdáðan. Og meðan ég er United, þú ert... Ég er Leedsari. Herru, næsti leikur, laugardaginn, Leeds Tottenham. Nei! Já, það er rétt. Herru, þá er hátíð, maður. Þá er Game TV hátíð. Þá er FIFA og það verður allt vittlust. Sér þetta fyrir þér? Þið tveir bara á brókinni með Bob og Gogo. Lítbrók, hvíti búningar. Ég er til. Herru, ætlum við ætlum að fara í hraðaspurningar? Nei. Jó, við ætlum að komast að því, við ætlum að kafa djúpt, Ólafur. Ok, ég er til. Þú hefur væntanlega heyrt þessa hennan dagskrárlið hjá honum Auðun Blöndal. Jú. Þá ertu bara spurður spjörunum úr. Þetta er bara... Bannað að hugsa. Það er bannað að hugsa. Ok. Tæma hugan, það fyrsta sem poppar upp í... Það er allt fyrirgefið, Ólafur, allt fyrirgefið. Já. Það er góðu lag. Ég reyna að svara ykkur, ég veit ekkert. Já, hér reynir á bara tæma hugan, það fyrsta sem poppar upp. Ok, tilbúinn? Já. Doggy style eða Gangnam style? Doggy style. Uppáhaldskvikmynd? E.T. Já, ok. Uppáhaldslið í enska? Tottenham. Uppáhaldsljónsveit? Coldplay. Ef þú þurftir að eiga mök við dýr, hvaða dýr væri það? Kött. Nei, jú, kött. Besti tölvuleikur allar tíma? Uncharted 3. Uppáhaldslag með Sverrir Bergmann? Án þín. Hvaða ár mistur þú sveindóminn? 2000, nei. Það var ekkert, Hvað er allt á fram? Já, í hverju sefuru? Nærbuxum. Fallegasta kona fyrir þetta maka? Samantha Fox. Nei, hún er áttrað í dag. Tútur eða Tottenham? Tútur, já, var ég. Hörru, Sverrir, þú búið svörin. Herðu, þú ert... Þetta var rosalega. Þú átt svon, hann er fættur hvernar? 2001. Já, þannig þú misti sveitum bara með 9 mánuðum áður. Já, ég er svona one hit wonder. Good looking out. 9, já, það er bara basic, já. One hit wonder, þetta var í 2000. Það er bara 100% nýting. One hit wonder. Þá datt bara... Ég hef bara tekið þetta einu sinni. Það bara sett hann á búið. Það er bara hvað, ákveður, þú veist, það er mikið að spila, hérna, töluleikið að spila og mikið að horfa á sjónvarpið. Ég má ekki ræða þessu. One hit wonder, klart. Hörru, Doggy style eða Gangnam style, þú sagði Doggy style? Já, að tvennu illu. Að tvennu illu, hvað? One hit wonder gæðin. Þú vilt frekar Doggy style og þú vilt sofa hjá ketti. Já. Og nú veit ég að þú átt kött á heimilinu. Já, ég kemur það eftir. Þetta er aðeins búið að sæka mig út þessi köttur, sko. Því að, sko, þú veist, ég get ekki dansað til að bjarga lífið mínu. Ég veit að Hitt ger ég mjög vel. Hvað er hitt? Doggy. Hitt ger ég mjög vel. Þetta var aðeins og grafískt. Takk fyrir að teikna þessa mynd í huga mér. Hvað er næst? Uppáhaldskvikmyndar E.T. Já, af hverju sagði ég E.T. Ég veit ekki. Þetta er eina, þetta er kvikmyndi sem ég grátið yfir.
þegar ég var að fara heim. Talandi að gráta í bíómynd, við vorum að ræða það hann. Mynd sem við reyndum að nefna það hérna í bíó. The Impossible. Og eyðilegir allt. Ég var að segja Impossible, ég var náttúrulega bara, þú veist, ég var að breyðja sko múrsteinið þegar ég horfði á hana. Það ekki. Hreyfði hún ekkert við þér? Þú var hjarta úr steini. Ég veit. Óli er náttúrulega bara sálarlaus viðbjóður. Sálarlaus, fór á Impossible bara, beðið þig brandarinn. Nei, ég grét af 12 ára. Sagði sjálf mig, aldrei aftur. Aldrei aftur. Það kannski þessum sem að E.T. er þín uppáhaldsbíómynd. Já, svo horfði ég á E.T. núna um daginn, þú veist, bara, af hverju grét ég, skilur? Já. Varstu bara sár út í sjálf þig? Skemmtilegt hérna með E.T. Strákurinn sem hann leikur í E.T. Ég sá hérna á YouTube pröfunars, áhörðanpröfuna þegar hann fór í hérna leikarapröfuna hjá Spielberg. Það er rosalega skemmtilegt. Strákurinn sem leik E.T. sjálfan? Nei, Rómur. Ekki gaurið sem leik geimurinn, strákurinn vinur hans, veist? Og það er með langan háls. Nei, hvað veit ég? Þannig að litli gutti vinnurinn, það sést áhörðanpröfun hans á YouTube og hún er og bara Spielberg brendur og segir bara, hörru, kid, you got the job. Hann er frábær í sig. Vá, nennar að segja þetta aftur. Nennar að senda þig mail. Hörru, hvað er hljómsveit það? Coldplay? Já, ég veit ekki á hverju. Ég hlust ekki sérstaklega mikið á Coldplay. Nei, ok. Ég var bara fyrst sem datt í hana. Og ef þú þyrftir nauðsynlega að mög við dýr, þá valdur þú kött sem þú reyndar með á heimilinu. Já. Pínu áhyggjur af því. Nei, sko, málið það að ég er með kött á heimilinu. Og þannig er að hann hérna... Þú voru að muna að það eru börn að hlusta? Já, ég veit að hann er hérna, ég er með hita í gólfinu. Vá, hvað þetta er að fara eitthvað skakt? Þetta er rosalega. Þú berrasaði bara líkur á gólfinu? Ekki þá, ég er með hita á gólfinu. Þetta er að... Nei, inn á klósetti. Betur fyrir að dundastafnir. Já. Og hérna, alltaf ég fer á klóstið, þá er köttur þar. Hann nýtur þess að liggja í hitan. Þannig að hann er bara að horfa á mig í allskynsrugli. Þannig að ég þakka líka Guði fyrir bara að ketti get ekki tala. En hvað hefur það með að gera þú eru að mögum kött samt? Ég er bara stari á köttinu. Hann fór bara að tala um köttinu, hvað köttinu var í kósi og gólfinu heima. Ég er bara að stara á köttinu. Ég veit ekki, ég er bara að þakka fyrir að hann getur ekki tala. Þá er hann bara að vappa til húsi maður, veit ekki hvað Óli var að gera maður. Hvað gætu það að vera að gera? Ég bara beti Guðs að næsta spurning sé ekki hvað Óli sé að gera á glóðstum. Hörru, besti tölvuleikur allar tíma var hvað? Uncharted 3, er það satt? Já, það er, þú veist, svona nýlega allavega. Nýlega? Frábæri leiki, það er actually leiki sem ég get spilað. Já, mér finnst það að segja svolítið mikið að Óli skulle segja það, sko. Að velja leik sem að Jón Gunnar getur spilað, sem alla kemst, sko, úr valmyndinni á flestu leikjum. Já, ég er svona, Ég spila Call of Duty og Uncharted. God of War, jú. God of War er góður, já. Já, hann er góður. Ég fyrir það. Ég meina þessi allar að ranka mjög hátt, sko. En ég hef ekki sagt hellingi, ég er alltaf bara að spila svo mikið ströll. Já, uppáðslag með Sverrir Bergmann, hvað datt þinn þar? Án þín, hvað er það? Eðlilega. Ég meina, hvar var ég án hans? Hvar var ég án hans með án þín? Hörru, þú sefur í nærbuxum? Já. Það er dásanlegt. Og dreymir Samantha Fox. Og dreymir fallegasta kona fyrir þetta maka var Samantha Fox. Ég ætla engi sem er að hlusta veit hver eiginlega var. Nei, sko, það er líka á sig. Einhver brjóstabomba frá því 80s. Jú, hún er lesbí, sko. Já. Maður reipið bara í áratug. Hvað er að gera sér? Nei, þetta var þannig. Ég man ekki hvað ég gaf. Það var eitthvað... Reipið? 80 eitthvað. 80 eitthvað, já, Samantha Fox. Bravo. 80 svona dagatal með henni, Samantha Fox. Þar sem hún var bara fáklædd og var í svona... Við erum að tala fyrir 30 ára síðan. Já, nákvæmlega. 25 ára síðan. Og mér þótti það vænt þetta dagatal. Að ég tímdi ekki að henda því. Heldur lagði ég á mig að reikna út afmælisdaga út frá þessu dagatali, þó árin liðu. Hæ, þú bara helst dagatalinu og bara... Já, svo reiknaði ég bara út, bara, þú veist, þessi dagur árið 93, svo reiknaði ég bara svona rungandi reynmann, þannig að bara ég hefði ekki með starffræðina bara alveg klára. Þetta er fyrsta X-rated viðtalið í næstu FM 19 blöð. Hvað er í þessum kaffibóta? Ég kynnast mér, ég meina, hvað er það? Þið tókum lokið af, ég meina hvað Já, við tókum lokið af, settum Ólafur Jóhannsson fyrir fram að mikrofón og það bara Vá maður Hvað er í þessu kaffi maður? Ég ætlaði eftir að segja maður Fyrirgeðu, ég ætlaði ekki að vera svona Nei, ég get sagt ykkur annað, bara, þú veist Já, nei, þetta er eina sem þetta Já, og þú misti Sveindamann árið 2000 sem er alltaf lígi en allt í lagi Já, það er lígi, þetta var eitthvað Einmitt, hann var svon sem sannara sem er 13 ára og tútur eða Tottenham, þú segir tútur Já, þú ert mikill Tottenham-maður en fórst þarna beint í eðlilega svona með eftir hvernig viðtalið við þróast þá skil ég það alveg
mér bersinilega. Þú veist, ég held að ég sé ekki að gera neinu greið og allra síst mér að hafa mætt hérna, sko. Ekki, ég get lofa, þessi séns. Jú, þú veit, stórkellur. Og sem betur fyrir þig, þá er þetta á Pop-TV líka. Já, ok, frábært. Þannig að... Vel gert. Já, heyrðu rétt. Glæsilegt. Þannig að það er skemmtilegt. Já. Maður er bara svo Bryndís Gram með barnatíman með Svessa í Game TV og... Já. Eins og öðru sér barnatíma en ég myndi horfa með börnum mínum, en alltaf. Já, eins og... Svona er þetta bara. En þú er flottur í tauginu, þú mátt eiga það, og það er gaman að þessu sé sjónvarpa, því að þá fær fólk að sjá hvað hann er flottur í tauginu. Já. Hipsterinn Ólaf Þór Jónsson, hingurinn í Game TV. Nákvæmlega. Óli Jó, takk kærlega fyrir komuna, þetta var athyglisvert. Já, takk. Ég segi ekki meira. Hér er Frank Ocean, Lost. Með tímaflakki í sjónvarpi Símans stjórnar þú dagskránni. Þú velur sjónvarstöð, smellir á i-takkan á fjarstýringunni og getur valið dagskrárliði alltaf sólarhring aftur í tíman. Nú stjórnar þú dagskránni. Síminn. Kristall Plus er með 6 mikilvægum B-vitamínum og engin gerfi, litar eða rotvarnarefni. Prófaðu nýja Kristall Plus með ekta kókosnötu vatni og appelsínusafa. Kristall Plus, vatn sem bragðir af. Kjúklingasalat, kjúklingur í karrí, kjúklingastaðurinn, Suðurveri. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott er grænt perlunissa? Smyrðuðu með sírópi hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Næstu því FM 95 blöð, Jón Gunnar Geirdal og Sverrir Bergmann með ykkur í fjarveru Auðuns Blöndals sem var erlendis um helgina. Já, hann er mættur, er hann lendur eða? Ég held að hann sé lendur. Lendur, spendur og vel tentur. Hinn sköllótti skafferðingurinn sé að hlusta á okkur. Fullt af góðum sköllóttum skafferðingum. Er það? Já, er einhver tvo? Já, pappi til dæmis. Já, topp maður. Maggi Rock. Já, Maggi Rock. Garjótaður. En maður er rétt að jafna sig á viðtölunan Ólaf Þór Jóelsson. Hann leynir á sér. Já, þetta er svo pervertist þetta byggindi. Nei, þetta er náttúrulega bara einhver finnasti maður sem að Íslandi verið aðlið. Já, hann er mjög skemmtilegur. Hann var að dansa hérna á lína á hann, sko. Ég bara... Já, hann kann að dansa. Hann kann að dansa. Nei, reyndar ekki sann. Hann kann ekki að dansa. Hann er betri í hinu. Já. Þegar hann svaraði Doggy Style vs. Gangnam Style. Skemmtilegt. En hörðu, hingaði í hljóðver sem er svolítið engild að segja frá. Er komin töframör, Einar Mikael. Og með honum eru góði gestir sem kannski fólk volandi heyrir. Já, ef þið heyrið, þá eru hér dúfur í hljóðverinu. Það er, og velkomin Einar Mikael. Já, takk fyrir strákar. Já, það eru hérna bara live hátíðarstúfur, hérna beint hérna, sérræktaðar. Já, og það er að tala um fuglana dúfur, það er ekki eitthvað skvísur í hljóðverinu, sko. Er þetta sérræktaðar töfradúfur? Já, ég fór nefnilega, ég er að klára meistarinn í Hogwarts, þetta er 70 einingar í fjárnámi. Já. Velið er sko, þú sérhæfið ykkur ákveðnum hérna atriðum sjónkværingum og svona, og ég valdi sjónkværingar og hérna Dove Magic. Dove Magic. Love the Dove, þeir segja það. Já, þetta er bara, þú veist, það er ekkert eins gott pick-up lína á jamminu og segja bara, hey, viltu koma heim og sjá dúrnar? Viltu koma heim og sjá dúrnar? Og það er ekki svona verið að djóka. Og það er ekki verið að djóka. Nei, alls ekki. Töframarinn talaði af sér. Já, pínu. Passa sig á austur næstu ekki. Já, láta okkur hverfa og kíkja. Já, þetta er stuðið. Hefur að láta okkur hverfa og kíkja á dúfur. Það er eins og betra. Nei, maður segir það sko, þegar maður er búinn að hafa, þú veist, búið að vera gett fönn sko, og þú veist, það er bara, heyrðu, að kenna sjónkværingu? Já, láttu þig hverfa. Bang. Nei, djók. Hér er töframarinn Einar Mikael að stimpla sinni skvísum. En ég menna, er það ekki, ef þú ferð heim með dömu og lætið þessu hverfa, ertu ekki alltaf löglega afsakar að þú töframæður? Já, það er alltaf réttlætt alltaf einhvern veginn, sko. Það finna eitthvað svona... Hei, ég er töframæður. Já, bara þetta er réttlætt alltaf einhvern veginn svoleið, sko. Já. En hvað gerur með dúurnar? Ég veit að það er erfitt að sjá þetta fyrir sér, hlustundu góður. Það er hægt að kveikja Pop-TV og sjá okkur þar. Já. Þannig að við erum ekki að plata. Hér eru actual dúur. Já, við skulum bara vippa í kassa. Vippum út einni. Já, við skulum bara vippa út einni hérna. Setning sem ég bjóst ekki við að heyra í morgun. Vippum út einni dúfu. Ég vaknaði í morgun, bara þetta heyrist í dag. Þetta er bara svona góð mánudagur, sko. Já, góður mánudagur, þá... Takk út Lady Gaga.
Þetta lady. Það ertu bara mættu með dúfu. Hvað að frétta? Hér real thing, sko. Og hvað gerur með dúfuna? Herðu, svo við höldum áfram að lýsa sjónvarpsviðburði í útvarpi. Sko, það sem við gerum, sko, það er birtast úr hverfasviðinu, síðan fljúga það svona yfir salinn og taka ring og svona. Og síðan velja, sko, síðan geta það lesa hugsanir og síðan láta þær gegnilt mahóni bara svífa og sko setja hún að því. Það er lesa hugsanir? Já. En það segja ekki hvað maður að hugsa, sko. Það ég bara guðmur á mig, ef svo væri, þá væri ég. Nei, það alveg æðislega, eins og sjáum með þessa, sko, hún rosa raunveruleg, finnst þér ykkur ekki? Já, hún mjög raunveruleg. Ég fekk þessi í Toys R Us, sko, þetta alveg alveg. Þetta svona praktískt, þá getur þú forritað þetta bara, hvað þetta á að gera og svona. Fylgir svona 5 prógram, 5 tricks. Og hvað áttu marga dúfur? Ég á 30 dúfur en enga kæristu, það bara... Já, þú átt 30 dúfur. Og hvað ertu með margar á sviminu? Hvað notar margar dúfur og einnig törðsynning? Í svona full production sýningu, þá ég með svona, allir að vera ekki stefni í svona 8 stykki, 8 Já, ok. Já. Og hvernig er heima hjá þér? Ertu bara með 30 dúfur í stofu? Nei, bara inn í herbyggju, sko. Já. Ertu bara með dúfna herbyggju? Nei, ég segi svona, ég með þetta út í bílskúr, sko, og síðan ég bara með, servant sem sér þetta. Já, hver, það er nöðsynlegt að hafa einhvern sem sér dúfurnar. Það er bara líkilatri, sko. Ná, klárlega. Og hlekkjaðu gauður út í skúra. Já, bring out the gimp. Það sér hann í dúfuna, sem skemmtilegt. En hörðu, svo það nú einhvað framöndan hjá þér, talandi dúfur. Já, talandi, já. Það alltaf að gera, sko. Ég að taka upp pilotátt af þáttari sem heitir Huntress. The Ice Queen, Manhunt. Það var ég að hjálpa Ásdísi Rána, þetta svona bachelorette dæmi, sko. Og ég að reyna að finna einhver pretty sucker boy úr Breiðablík til þess að fara og deyta hann á svona. Já, og hvað gerist þið þettinum? Já, ég er ekki komin á langt í þessu. Við fórum á langt, Sverri spesað út. Sverri þetta fór allt á langt úr Sverri. Já, þetta fór allt á langt, sko. Nei, þetta er bara svona eitthvað sem datt í huga á hann, sko. Nei, það er stór... Ég var að kaupa þetta. Ég var bara... Er þetta bara þetta? Er þetta nýtt á INN? Raunveruleika þáttur með Ásdísi Rána að reyna að finna nýjan fótboltakappa. Ásdís og blikarnir, þetta er bara aðeins. Þetta er bara slegið, bara setjum þetta í gang. Já, þetta er slegið. Stöð 2 á húninu. Vá, megasjó, sko. Megasjó. En burtsi frá þeirri framlýslu. Já, þá ég vinn í fullt að, ég get alveg verið í klukkutíma en tala um þetta er svo flott verkefni mér. Takk fyrir. Hvað er næst? Hvað er fyrst? Það er næst. Það er að setja upp alveg full production sýningu. Ég er að svona keira ég er að setja upp flotta sýningu í Háskólabíu núna fyrir jól og það var sko tróðið og það var bara svo mikið stuð og stemming. Það voru flotta sjónkvöringar og sagði fólki sagði aðstofakonum mínu sundur og síðan var eitt strákur sem sveif í lausu lofti, fekk ég bara áhorfenda, bara leggst í unnur og hann bara flög og síðan var bara, þetta var alveg geðveik sýning, sko, ég bara bjóst ekki við þessum svakalega viðbröðum og það búið að hvetja mig bara, hvenær kemur næsta sjó, maður, og minna, þú veist, þetta var geðvitt og viljum sjá meira og ég bara skelli í hérna, skelli í hérna randína sýningu, bara álur og ég mitt bara búin að vera smíða núna risa sjónkværingamaskinur til þess að bæta inn í sýninguna, bæta ennþá fleiri og stærri atriðum inn í þetta og setja smá svona Las Vegas stæl inn í þetta og gera þetta svona alvöru. Og hvernig atrið þá? Sko, þá erum við að tala um... Svona á þess að segja mikið? Já, við erum smá alltaf að tísa, sko. Þá, sko, það er náttúrulega klassist að saga hvernig sundur og láta ykkur fljúa. Það er klassist, ég ekki það. Það er svona, það er klassist, sko. Síðan er að taka þetta svona á næsta level, að láta svona fólk hverfa bara og birtast út í sal eitthvað staðar eða taka ykkur og pressa hann saman þannig að hverfi alveg þannig og þetta er svo skemmtilega svona pælingar sem ég er búin að vera að vinna í, sko. Orginal atriði svona sem ég er búin að vera mastera, sko. Og síðan náttúrulega eru, sko, náttúrulega heita pýr þannig með mér, sko. Það er náttúrulega engi þannig nema með beautystæðalífi 9-5, sko. Já. Líkilættir að hafa gullfalla konur á sviðinu með. Já, og síðan er ég náttúrulega að vinna í því að, sko, síðan er ég náttúrulega meðbúin að þjálfa fleiri fugla, sko, í atriðin. Það eru 5 venjulega sem hafa verið aðstofað með, en ég skelli í svona 8 eða 9 fugla sem verða með mér í sýningunni. Já. Síðan er ég líka að vinna í að fá tígristýr, sko, en ég misti það. Tígristýr? Já, tígristýr. Mynda sér sérstuð, sko, maður var að gera... Það þarf að setja á tígristýr upp á sviði í Gabrarleikhúsinu í Hafnarfirði? Já. Það voru náttúrulega tígristýr og það er alveg hefð fyrir þessi í Hafnarfirði. Var ekki hérna gamla... Það er hefð fyrir að ráðum Hafnarfirði með tígristýr í keðju. Já. Hvað myndir þú gera með tígristýr? Sem ég gef mér það sé ekki auðvelt að fá tígristýr til landsins. Það er náttúrulega að væri vígalegt að koma bara riding in on a tiger, sko. Já, þú veist, í staðan var að koma á einhverjum íslenskum hesti bara um tígristýr, sko. Það er mjög vígalegt. En ég misti það til hérna Búlgaríu, sko, það er það núna, sko. Þú mistir tígristýri til Búlgaríu? Já, Ásdís Rán, hún ætlaði að hjálpa mér í þessu. Aftur Ásdís Rán? Hún þarf að veiða blikaða með því. Nei, það kemur, sko, þetta er bara fast í tollinum, pappírótar og svona, en ég er að vinna í þessu, sko. Ég er með jóngnar í þessu, sko, og ég ætla að vinna
gera eitthvað saman, sko, hann með... Jón Gnar á tígristýri. Já, og ég með tígristýri, sko, þetta verður alveg solid show, sko. Ok, og hvenær eru sýningarnar, svona þannig að burti frá tígristýrinu? Sko, það er verið að ganga frá þessu öllu núna, það er búið að negla það að í Gaflari leikhúsinu, önnur helgin í febrúar, sem sagt 9. og 10. febrúar, verður bara alveg svakalega flottar sýningar. Það eru 4 sýningar í heildina, og þetta eru 90 mínútna langar sýningar, bara stútfullar af flottum sjónkvöringum og skemmtilegum töfrabrögðum. Þetta er bara einn flottasta fjölskyldusýning sem hefur sést á Íslandi. Ég er bara alltaf skella því hérna fram, því að þetta... Stendur við stóra orðin? Já, þetta bara, mér hlakkar rosa til, sko, þegar það er búið að vera að biðja að gera, bara skella upp annarni sýningu og ég bara ætla að slá til og þetta verður alveg svaka sjó og síðan hérna hægt að taka myndir af mér og hitta fuglana og svona og sjá alveg hoggvarstúður og svona eftir sýninguna svo þetta er svona, þú veist, það er þetta komast að svona, þetta er svona aðeins öðruvísi hljóma bara mjög skemmtilega. Ég hef gaman af töfrum, sko. Hver er ekki gaman af töfrum? Það var allir gaman af töfrum. Þetta er alveg tímalist. Það var allir gaman af töfrum. Þannig að 9. og 10. febrúar næstkomandi Gaflari leikhúsinu, Hafnarfirði, það er bara skyldumending. Sjónkverfingasýning með töframannum Einari Mikael. Þannig að við þökkum þið kærlega fyrir komuna og takk fyrir dúfurnar sem fólk er búið að heyra hér í bakgrunum. Þetta er skemmtilegt. Töfradúfur. Takk fyrir. Gleðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai. Á hverjum fyrstudagsmótni hjá Ingva Eysteins drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig á samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. FM 95 blöð á FM 95. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Djammað í Garðabæ hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is. Let's go! FM 957 og töframæðurinn er farinn. Hann er farinn, hann lét sig hverfa. Hann lét sig hverfa. Á hvað ég er búin að ofnota þennan djók, ég ætla aldrei að segja hann aftur. Já, þetta var pínu ofnotað. Hann mætti hinga með actual dúfur. Ég er gaman að því. Hann var óglum líka bara með 5-6 stykki, sko. Já, en með 30 heimahauðsi, bara blískur, bara eitthvað dúfla. Það er eitthvað steikt við það. Pínu steikt, sko. Koma heim, bæli eitthvað leiðilegt. Þú veist, af því að nú erum við lausir við hérna engisbrettur og svona. Já. Og í útlöndum, þegar eitthvað leiðist, það er ekkert að gera, þá byrjar að heyri þeim. Þetta sé svona í honum. Þegar hann leiðist ekkert að gera, heyri hann bara út í. Þá byrjar hann. Þá byrjar 30 dúfur bara að tapa sér út í bíl, sko. Það bara... Sem veit ásvöld. Einar Mikael með sjónkverfingasýningu 9. og 10. febrúar í Gaflari leikhúsinu í Hafnarfirði. Það verður eitthvað. Það skellir sér með grislingan á það. Það er ekki mikið svona, allan verð ég ekki var við það, það er ábyggilega að gera að kíkja á þetta. Sérstaklega eitthvað svona nýtt og best. Ég meina, saga fólk í sundur, láta eitthvað svífa, eitthvað dúfur og dóta, þetta er bara hljóma mjög skemmtilega. Já. En hörðu, það er hérna annað og meira í gangi hjá okkur á 5. daginn núna næsta. Já. Er eitthvað sem heitir markþjálfunardagurinn. Já. Já. Og hvað þýðir það, Jón Gunnar? Ég veit bara ekki neitt. Þannig að á línunni er góð kona. María. Já, sæl og velkomin í næstu því FM 95 blöð. Takk að þið fyrir. Hvað segirðu gott? Ég sé bara alltaf alveg dásamleg. Og ertu bara heimlegið eða? Nei, ég er að leið að funda okkur það, þetta er bílunum. Þú ert á leið á fund. Já. Þá er fínt að heyra í sætistrákunum. Já, nákvæmlega. Hörru, við ætlum að spyrja eins og sá sem ekkert veit, og fyrir þann sem ekkert veit, hvað er markþjálfun? Markþjálfun er rauninni gengur svona í grunninn út af það að upplifa meiri farsælni í líf og starfi. Er það einhvað sem þú hefur áhuga á? Já, upplifa meiri farsælni í líf og starfi. Þetta er nú enga fyrir þig, Sverrir Bergmann. Það er naumast. Þannig að þetta er rauninni, þetta gengur út af svona samtalsaðferði sem er byggð á opnum spurningum. Já. Þannig að þetta er svona stefnumótun fyrir líf og starf og er aðstofið að koma auga á tækifæri og skerpa fókus og stefnu og rauninni skipið ekki að huga. Ok. Og þá bara fyrir allt bara, þú veist, ég gef mig þess að þeir eru ekki sálfræðingar, maður kemur ekki og opna sig bara með allt sem að því fylgir. Þú
þú náttúrulega mætir alveg og ert alveg sjálf við samkvæmur og ert alveg hreinskilinn og allt það, en þetta ekki endilega, þú veist, fortíðin og hvað kom fyrir mig og af hverju og hvernig ég við það. Já, ég var flengdur, maður ekki fara að ræða það. Nei, ekkert voða mikið. Ok. Það ekki nefnilega skipting á nauðsynlega máli. Fyrir það sem ég að gera í líf og starfi í dag. Fyrir hvert þú ert að stefna. Já. En þetta að svara spurningum, hvar ég í dag, hvert ég að fara og hvernig ætla ég að komast þangað. Já, hann svona markmiðasetning og svona fleira, það ekki? Jú, algjörlega, markmiðasetning og þú getur átt vonast þegar þú ferðir í markþjálfun og þú ferðir í burtu með ferska og nýja sín, varandi persónulegar áskorunir og tækifæri og verður skýrar í hugsun og hefur sterkari færni í ákvarðanatöku og það er ekkert annað. Það er margt skemmtilega sem tíma kjálfarið af þessu. Já, og ekki ekta svona janúarmál, gefið mér, allir... Er það ekki máli? Ég held það. Það taka 2013 með Trumpi og... Já, þannig að maður ætlar að taka 2013 með Trumpi til dæmis í líf og starfi. Búið að setja sig ykkur markmið fyrir ári, ég ætla að gera þetta, gera hitt og þú veist, hvort það er líkansræktin eða vinnan eða ég ætla að gera þetta, eignast hitt og svo framveg, sko. Þá er ráðlegt að henda sér í markþjálfun. Er það ekki? Það er alveg að fara að hjálpa. Það er alveg að fara að hjálpa? Það er alveg að fara að hjálpa. Og hvað? Það er búið að vísindarlega sanna það með flottum rannsóknum að fólk sem fer í markþjálfun, það er einstaklingur og hópar hafa talað þetta bætir þeirra framistöðu alveg bara 6-falt. 6-falt? Þannig þú verður 6-falt betri maður, Sverrir Bergmann, í því sem þú gerir í lífstæðinu. Þú ert að fara að láta hlutina gerast og þú ert að fara að komast á áfangastað allavega hraðar og mögulega auðveldar heldur en ella. Ok. Þannig þetta er svona auðveldar manni það sem maður er að gera. Þú veist, að maður er að hlaða á sig einhverju verkefnum eða vinnu eða hvað sem það er og bara svona púsla þessu aðeins betur saman. Algjörlega, og fyrir svona skapandi snillinga eins og þig og þetta sem er með fullt af boltum og lofti, þá er þetta alveg æðislegt. Já, og hvað, segðu okkur þá, markþjálfun, nú veitum við hvað það er, en hvað gerist þá á markþjálfunan degi eins og núna á fimmtudaginn? Markþjálfunardagurinn, hann í rauninni bara gengur út af það að félag markþjálfunar í Íslandi er að standa fyrir þessu og það er bara til að kynna fæið og leyfa fólki í rauninni að fá innsýn í þetta og hvað þetta er og hvort þetta í rauninni sé eitthvað sem að henta hverjum að einum. Þannig að það eru þó nokkru frábæri markþjálfar sem að vera með erendi yfir allan daginn alveg frá 8:30 til 9 kvöldi og getur fengið miða á miði.is. Dagskráin er það líka. Sko, það maður duglega plaka. Já, alveg bara rosa einfalt að fara á miði.is og kostar aðeins 3.9 fyrir öll erendur dagsins. Þannig að þú getur valið alveg hvað í rauninni þú vilt fara á og... Þannig að maður getur verið bara í góðu tómi að bæta líf og starf og fræða sig það, bara frá 8 morgunin, 8:30 morgunin. Já, og ég get ábyrgst það, þú lappar allavega með einhvers konar skemmtilega innsýn og innblástu með inn í árið. Já, maður er pottitt 1, 3 og 9 í verri dag. Er það? Já, alveg bara, ég get bara sagt það hér og nú, maður er pottitt 1 í meiri vitleysu heldur en að taka markþjálfun á daginn og fimmtudaginn. Ég meina, þetta er ein góð pizza? Þetta er ein góð pizza. Sem við hæfi, hér eru við að stýra þætti sem Auðun Blöndal er og hann er pizza-geðsjúklingur, sko. Þannig að markþjálfunardagurinn á fimmtudaginn, miðasala á miði.is aðeins 3 og 9. Bara takk fyrir spjallið, Maja, og gangi vel á fundinum eftir. Takk fyrir mig, við látum það segja okkur. Takk. Bye. Það er ekki annað, markþjálfunardagurinn á fimmtudaginn. Það er eitthvað fyrir okkur fyrir. Nei, við erum í toppmálum. Hendum okkur inn í... Jú, við getum alltaf orðið betri. Þetta er lagið sem bakaði Auðun Blöndal daginn í flottuleikkeppninni. Nú. Ég búið undir þetta. Let's hear it for New York. Alicia Keys og Jay-Z. Þetta er svolítið gott lag. Þetta er mjög gott lag. Já, ég ætla bara að rifja það aftur upp að ég er gaman að því. Ég er keppnismæður eins og Auðun Blöndal. Þó hann sé trilltur keppnismæður. Þá vann þetta lag í flottuleikkeppninni. Man er ekkert hvað lag var að keppa þeim út. Ef hann má eiga það, hann kann að tapa. Hann kann að tapa. Hann er aldrei svektur og hann er alltaf til í að peppa mann upp ef maður vinnur hann. Nei. Bara alls ekki. Hann er bara svona... Það er svo gaman að vinna hann í öllu að það er æðislegt. Já, ég held ekki að... Ekki það, sko, ég ætla ekki að fara að segja það, ég sé vinna hann alltaf, sko. Nei, alls ekki. En þegar það gerist... Þá er það svolítið gaman. Þá skaltu líka pumpa það vel, sko. Já, þá skaltu nýta það og... Láta hann finna það fyrir. Auðun Blöndal í einhverjum. Það er æðislegt. En alltaf, hörðu, við erum í stuði. Lance Armstrong. Já. Þú kannstu hann. Já. Hann hjólaði smá. Gulldrengurinn. Já, sem var gulldrengurinn. Já. Hann pínu skeitt. Aðeins? Hann aðeins skeitt, sko. Hann bara vann Tour de France, hvað vann hann oft í röð? Vann það 6 sinnum? Ég held að það var 6 sinnum. 7 sinnum? Hann vann það 7 sinnum. Náttúrulega, og ég bara fann skemmtilega frétt. Það sést bókasafn, mannlí bókasafni í Sydney í Ástralíu. Það er búið að endurflokka allar Armstrong bækunar. Já. Bækunar svo Lance Armstrong Images of a Champion, The Lance Armstrong Performance Program og Lance Armstrong World's Greatest Champion. Og færi þetta af, þetta er þetta rándýri titta á bók.
Það ekkert smár það, sko. World's Greatest Champion. Það búið að færa allar þessar bækur, bara svona ævisugur, í flokk skáldsagna. Ég finnst það alveg hrikalega skemmtilegt, sko. Því hann alltaf bara Livia, misverðlu, ég veit ekki hvað all liðið og eitthvað. Ég veit hann scumbag, en maður svona næstu í farin að vorkina honum, svona pín. Nei, hann... hann alveg scumbag? Nú þekki ég það ekki. Er það? Já. Búin að viðurkenna það að hann vann ekki 1 sigur að þess að vera búin að sprauta sig. Hann var búin að livja sig vel upp. Það bara ekki, það má ekki. Og líka taka þetta alla leið, sko. Bara eitt að vinna, náttúrulega geðveikt, þetta eitthvað erfiðasta íþrótt bara í heimi, að hjóla upp hól og hæðir endalaust, sko. Tryggingslegt, sko. En að fara svo að gefa út eitthvað svona bækur. Já, fara svo að monta sig. Já, hvað hétu, ekki það bara ride the wave, sko. Bara, ég gef mér að maður sem hann seldi eitthvað sem bókum. Já. En samt að gera þetta allt og vera með þessa vondu samvisku, sko. Já, það bara ekki samviska, sko. Já. Það hlýtur bara að vera. Livjarðu, vinnur Tour de France 7 sinnum alveg svolítið. Já, náttúrulega þegar hann byrjar annar bór, þá ábyggla að reyna að taka þetta alla leið, sko. Já, þá bara ok. Ég byrjar á þessu, ég ætla all in. Hann er búin að frussa upp á bakhanda, búin að vinna þessa keppni, Livjar í ruglinu. Já. Svo verður hann aðra, þetta lítið bara fíkt. Þannig að Lance Armstrong, Images of a Champion, The Lance Armstrong Performance Program og World's Greatest Champion. Þetta allt komið bara... Toppskáldsögur. Þetta bara Hlyn og Arnald Indriða og Mýrinni í Ástralíu, sem skemmtilegt. Hörðu og svo hérna aftur, annars skemmtilegt, lítið punktur. Dýrasti bjór í heimi. Hvað er hann kostið? Ég veit að þú sagði mér það. Já, ok. Má ég skjóta? Já, skjótu. Ég ætla að segja svona eitthvað í kringu $900. Ég gæti að missa mér í það. Já, mjögulega. World's most expensive beer, Samuel Adams Utopia, seldist fyrir $900. Hvað það hljómar samt rámt að því að Samuel Adams er náttúrulega alveg fínasti bjór, sko. Fínasti. Utopia addað úti, ég veit ekki alveg hvað er að gerast og það kosti aukalega einhverja... 115 skall. Já, þetta er dökkubjór, sterkur, $900, 115 skallur bjór. Hann má vera askoti góður fyrir það. Ekki það, bjórinn er góður, en ok, 150 skall, ég veit það ekki. En áfram með góða tónlist, það ekki? Jó. Hörru, er það Glerhart eða? Já, þetta er að harðast í dag, sko. Fucking Problems og að finna yfir sér. Rólegu geta. I know you want it, Hver vill ekki kveðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. hjá Yngva Eystins drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki sveikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. FM 95 blöð. FM 957. Hversu gott er rautt rjóma Nissa? Sleikt á mér bakið hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Swedish House Mafia hér í næstum því FM 95 blöð. Don't you worry child. Wow, því líka rödd. Bátum mánaðarins, byrja fyrir þér. Hvað er bátum mánaðarins, veistu það? Ég veit ekki hver bátum mánaðarins. Þegið. Hvað er það þér? Ég á svo vængjönda vini. Já. Ég fæst að senda SMS og það er ekki sem verið að grínast. Veistu hver bátum mánaðarins? Nei, ég lesi þetta 2 ára á ári, eru þið á vængjörnir það? Nú, er það bara þannig, planaði bara árið. Já, bátum mánaðarins. Þetta eru 12 mánuðir, sko. Já, 12 mánuðir, 12 bátar. Skúli í Söpp er ekkert bara með 12 manns í vinnu með planeta, sko. Já, maður veit ekki. Maður veit ekki. Ert þú að japla mikið á Söpparunum? Já, anslega. Ég var að spá þegar þú fyrir að pantaði Söppi. Tekur þá röddina? Nei. Það fá ég að vera kafbát mánaðarins, aðeins 430. Tekur röddina? Nei, ég er aðeins minna í því, en takk samt. Já, það væri sniðut, sko, hafa því að við kassan. Hafa mig bara við kassan? Já, þú veist bara, ok, ég ætla að fá ég að töfata hérna að Söppa, hvað er þetta mikið? 1139. Já. 439 krónur, Subway, alltaf fest. Gaman að þessu, takk fyrir það, en hörðu, ég var að monta með að unnið hinn sköllótta skaffaringin í flottulega keppninni. Já. Þá vann ég með JC og Alicia Keys. Já. Empire State of Mind. Og við ætlum að henda okkur í flottulega keppni. Já. Og ég ætla að lefa þér að byrja. Já, þakkaði fyrir það. Já, bara ekkert að þakka. Ég ætla að hjóla í lag sem að minnum á mjög góða tíma. Þá var ég að vinna sem pizzasendill á Pollanum. Já. Á Pollanum? Já, sem heitir Ólafshús í dag. Ok. Pizzunar, bestu pizzur á landi. Þetta var ríkalega gaman. Ok. Hvenær er þetta? Þetta er 97-8. Já. 15 ár síðan.
15 árs. Er ég komin í djúpan skít með því að vera að fara svona langt aftur í tíman? Já, það kemur bara í ljós. Svo er bara 5 atkvæði. Það er bara mín áhætta. Nú veit ég að þú ert mjög svona hipp og cool í tónlist. Vilt allan vera það? Já, ég vill vera það. Ég vill ýmislegt. Já. En takk. Já. Og flottu gaur. Já. Gaman að þér. Já, rólegur. Já. Hvað er í köttanum róla? Slæði á. Ég sé bara fyrir mér svona hlýtt og gott marmara gólfin og klósti. Já. Þú liggur Óli að gera númer 2 og þú liggur ber. Já, þetta kom á langt sko. Hörðu, allavega við ætlum í flottilega kemni. Þú varst komið lag 97-8 og þú ert að vinna sem pizzasendill á Pollanum. Já. Á Króknum. Gríðarlega góðu fílingur. Sveitaböllin voru í hámarki þarna. Já. Þarna var aðalmárið, maður skellti sér út í miðgarð. Maður hendi sér í sveitaböllin. Já, djöfull gaman maður. Það er skemmtilegt. En þetta er lag með 10 Speed. Það heitir Space Queen. Þetta var nú aðeins spilaðin í galdaðan. Þetta er geður. Já, leið mér svolítið. Þetta er skemmt. Þetta er rosalegt lag. Ég hef ekki heyrt þetta lengi. Fosse-look. Þetta er æðislega. Já, Tatooine eigin hann. Já, þetta er hérna skemmtilegt. Tatooine eigin? Það er pláneta, fyrir ekki. Star Wars. En þetta er rosa gott lag. Þetta var spilað manni hér á FM 957 í gamla daga. Þetta er svo gott. Það var Yngvi bara að borða sand. Já. Þegar við gölunkallarnir vorum með það. Þá var þetta að spila alveg í strimla. Þetta var rosalega vinsælt. Það var æðislegt. Já, þetta var vel valið hér. Þú komst óvart. Já. Ég á þetta til. Þú átt þetta til. Ég er ekki alveg. Ég hins vegar, ég ætla að taka smá séns líka. Nú kemur eitthvað hipp og cool. Já, ég potið sko. Þú veit eitt ímyndaður. Þetta var nú bara, heyrðist fyrst bara fyrir viku síðan líka. Einhverju viku 10 dögum síðan. Ég er búinn að vinna þetta. Þetta er minn maður, Justin Timberlake. Hann ekki komið nýtt efni núna í 3-4. Má það? Má hendi ykkur nýjan... Já, það má hendi hvað sem er. Kóttu með það. Það er bara hvort það er 2013 eða 97 og pizzasendið sko. Hvað er umtalast að lagi þetta? Já, ég ætla að taka það. Þetta er ekkert vinsast að lagi þetta. Þetta er bara búið í spilun í viku. Suit and Tie með Justin Timberlake á móti Space Queen. Sjálfpartíð. Það reynir bara hlustendur. Það reynir á því. Stop. Let me get a good look at it. Ooh, so thick. Now I know what to call it, a fatty. Shit so sick, got a hit and picked up a habit. That's alright, so alright. Oh, go on, show 'em who you call daddy. I guess they're just not cause, girl, they wish they had it. Já, leið mér að heyra þetta. Það þekkir enginn þetta lag. Suit and Tie með Justin Timberlake. Þetta er glænýtt, þannig að ég gæti átt svolítið erfitt upp þar. Já. Þú tók Space Queen 97-8. Já, 15 ár síðan sko. 15 ár síðan. Já, það var eitt mest spilað lagið á FM helgi, það árið sem það kom sko. Þannig að nú reynir bara á. Það þarf að fá 5 stík, 5 atkvæði frá hlustendum. Þannig að við bara látum reyna á þetta. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Kóttu svo með það, hvaða lagi gefur þú atkvæðum? Ég ætla nú bara að gefa Svessa þetta. Þarna. One for the Swiss. Þakka þér fyrir, vinnur. Takk kærlega, vinnur. Var þetta að fara með þig aftur til 97-8? Ég er nú bara fættur 92. Já, mannst ekki. Þú varst þarna með klassa, góðan Playmobil. Hlust og gott lag. Ég er ekki að fíla þetta lag með Justin Timberlake. Mér veist þetta svolítið svona bara of einfalt. Já, ok. Ég er einfaldur. Ég er ánægð með þig. Þetta er eiginlega betra heldur en þú kaust semst ekki lagið mitt, heldur kaust að kjósa hans ekki. Já. Þetta er einstak. Þakka þér fyrir. Fættur 92 sko. Já. Hann er bara 5-6 ára bara þegar Space Queen er að kikka inn. Já, bara í góðum fíling. Já, nákvæmlega. Já, en gott lag. Hörru, takk fyrir þetta, vinnur. FM, góðan dag. Já, góðan daginn. Góttu svo með það. Hvaða atkvæði? Herri, þetta var byrla vandræðilegt hjá ykkur strákar. Akkurru? Ég tjöppi lífið Loverboy og með þetta allan tíma. Takk fyrir að er þetta orðið svona? Það er bara ég þekktu sem Svessi eða Tjöppi lífið Loverboy. Það veit enginn Það er bara tjöppi lífið Loverboy. Ég fíla. Segð þetta við mig. Þetta Timberlake lag er ekki bara ógeðslega lélegt, en er Space Queen bara með þetta. Já, tjóðir ánægði mig. Tjöppi lífið Loverboy. Er það virkilega gaman að heyri þér? Já, takk fyrir það. Gangi vel. Það er 2-0. Jóngunar, það er sko, og líka báðir búin að segja, bæði hún og þessi fyrsti, að bara þitt lag sé lélegt. Já, hörru, það var 4-1 daginn þegar hins sköllótti var, og ég baka hann að sjá hann til. FM, góðan dag. Góðan daginn. Herru, það er Space Queen. Auðvitað. Af hverju Space Queen? Þú ert að fíla þetta lag. Hvar varst þú þegar þetta lag var upp á sitt besta? Herru, ég er bara fætt 97, þannig... Nákvæmlega. Þetta gaf þér líf, þetta lag. Ég fíla þetta. Það fæ ekki einu sinni breyk hjá unga fólkinu.
Það má í rauninni túlka textan, sko, sem svo naflastreng þegar hann er kipt tilbaka. Jésús maður, má túlka textan. Chubby little loverboy. Herru, ég þakka fyrir atkvæðið, þetta er æðislegt. Já, takk fyrir, ég verð að segja takk. Það er 3-0. Já, það er mjög vandræðalegt. Herru, FM, góðan dag. Góðan daginn. Sælinur, hvernig ertu? Kóttu með það. Ég er góður, sko, herru, það er klálega Nonni Tattoo. Hanna! Nei! Svo aftur þetta, þú ert Chubby little loverboy og ég er Nonni Tattoo af því að Mongolít og Mongolít hérna á föstu eru búin að límita á okkur. Já, það er skemmtilegt. En ég er ánægð með þið, takk kærlega. Þetta er gott lag með Justin, ekki? Jú, þetta er klálega. Það er bara að koma aftur, sko. Þetta er líka bara fallega gert að þér. Þú vissir alveg að hann myndi gráta hérna í stöðinu 5-0. Þannig ég kann vel að meta drengi sem að hugsa annaði sjálfan sig, sko. Bara þú mátt taka það með þér. Já, heldur betur. Hörru, takk kærlega fyrir aðkvæðið. Það er 3-1. FM, góðan dag. Já, góðan daginn. Nú reynir á. Anda, þú þessu. Nei, hann var að fara að segja Space Queen. Hann var að fara að segja Space Queen. Já, ok, prófum næsta. Ok, 4-1. Sæl og bless. Já, komið sæl og bless. Hvað segir? Ef Justin Timberlake vinnur þetta ekki, þá veit ég ekki hvað Hanna! stödd í dag. Hæ? Ég veit ekki hvað íslenska þjóðin er stödd í dag ef JT vinnur þetta ekki. Erstu að heyra þetta? Já, hann veit ekki hvað íslenska þjóðin er stödd í dag ef að JT vinnur þetta ekki. Já, hann verður þá aðeins að fara að hissa upp þessu buxunar og hlusta aðeins betur á músík því að... Chubby little loverboy. Það var... Ekki kalla mig þetta, þú veit. JT er flottur, ég veit ekki það. Það sem er á sér jörðu. Já, hann er svalur, ég veit ekki Það er þessu lagi líka, það er ekkert verra. Nei, nákvæmlega. JC, JT. Hörru vinnu, takk kærlega fyrir aðkvæða, það er 3-2. Já, ég, sko, þarna datt þetta inn að lagið er frá 97. Þú kemur nýtt á fest. Já. Og ert að vinna með nafni. Já, samt einhver dama, sko, fætt 97, hún valdi Space Queen. Auðvitað. Já, ok. Þetta var KO, sko. Nei, það bara talk back bara í bytni. Já, hörru, Guttin setti kork í Chubby. Hörru, FM, góðan dag. Já, góðan kvöldi. Koma svo, hvað segir þú? Herru, ég elska JT, en þetta lag er bara slapp. Nei. Þarna, og þú velur Space Queen? Já, ég er grunnskóla 98 þegar það var á milljón. Já, betur, hvað er þú gömul? Hvað er þú fætt? 84. 84 og þú velur Space Queen. Auðvitað, þú ert góða minninga tengd að Space Queen. Algjörlega. Í gaggó. Varst þú líka pizzasendill á pollinum? Pollin. Á pollinum, fyrir ekki þau? Nei, þú varst ekki þar? Ekki þar. Herra, ok, það er 4-2. Hakkaði fyrir? Já, ég veit ekki með þessar skvísur, sko. Það er að velja Space Queen. Allavega, FM. Halló. Herru, The Tart Mouth er mitt atkvæði. Það er ég, ekki? Það er Sverrir. Já, það er Sverrir. Já, hakkaði fyrir. Það er Sverrir. Ég er búin að kalla það 3 nöfnum og þú fullkomnaði þennuna, hakkaði fyrir mér og tryggði mig sigurinn. Já. Það var lítið. Hörru, já, takk alveg fyrir hringjaunur. 5-2. Takk fyrir það. 5-2, easy. Og það er mjög skemmt að fólki virðist finnast þetta lag slaft. Ég held að þetta er að vinna á. Já, ég held að þetta er að vinna. En þú veist bara kallmannsatkvæði og maður haldi að JT myndi púla svolítið kvenmannsatkvæði. Já, ég hefði haldið það. Talaðu um einhver dama fætt 97, hún ætti að vera til þess við JT. Nei, hún valdi Space Queen. Auðvitað. Sem er reynda mjög gott slag, maður er ekki eftir lengi. En allavega 5-2, svona er þetta bara. Já, það verður ekki að rúla þessu. Verður ekki að hlaða í þetta? Jú, auðvitað. Hlöðum í þetta. Flottulega kemurnar. Já, þú vannst þetta 5-2. Ég sjálfur Tartmouth, Chubby Little Loverboy. Já, ég er ánægð með og Swiss. Það er Guttin hérna, hann setti bara kork í því. Já, rólegur að korka mig bara í bytni. Hvað er að gerast? Eitt mesta börn sem að ég Það var svo mikil einlægni í þessu. Það var slegin undir KO. Chubby Little Loverboy, Tartmouth tók þetta 5-2. Ég viðurkenni það, JT-lagið á eftir að vinnin, Já. En hver þarf óvinni þegar maður á svona vinni eins og Auðun Blöndal og Egil Einarsson? Maður þarf enga óvinni í þessum félagskap. Nei, þeir sjáum við þetta. Engan. Nonni Tattoo. Reyndi að vinna með það. Nonni Plug. Já. Bara ég og Elli Kutin og hlenna. Bara Nonni Tattoo. Takk. Þú notar ekki þetta nickname á Tengdó? Minna. Nonni Tattoo. Hei mamma, þetta er Nonni Tattoo, nýkærast. Tattoo hérna. Þetta er þetta ferdi í kærasta minn, Nonni Tattoo. Hljóma mjög sexy. Svo var hann líka kallað Nonni Plug. Já, hann er líka Nonni Plug. Þekkir hann ekki? Þetta er yndislegt. Ég vil ekki með svona vini, enga óvinni. Nei, við erum í toppmál. En hörru, við erum búin að vera í stuðin í dag. Jón Gunnar Gerdal og Sverrir Bergmann. Já. Rétt nefndir. Það er rétt nöfn. Í fjarveru Auðuns Blöndals, FM 95, já næstu því blöð. Auðun Blöndal var að horfa á United skýta ási í 1-1. 1-1, það er ekki ágætt. Tottenham er gott lið. Reyndar afgreitir United style. Sko ég er lýtsari. Síðast þegar við mættum Manju
á Old Trafford, þá unnu við. Þá unnu þið? Já. Það var einhverju byggarkenni viðbjörn. Rikki G fekk tattoo hérna út af... Alveg rétt! Það var tattoo-leikurinn. Luts, sorry maður. Fyrst ekki X-tattoo undir ylina? Já. Ég er aðeins búinn að láta flúra mig. Ég gef mér að ylinn hafi verið viðbjóður. Þetta var held ég verstu tímyndir sem ég upplifði á æfinni. Það er svona bætt á móti lít. Prófa að henda 45 tími í stólinn. Hringdu svo í mig. Það meina almátt. Svo finnst þið skvítu sem kallaði nonni tattoo. Já, nákvæmlega. En ylinn. Bara þegar nálinn var að fara undir, svona fór á alls konar stöðvar, ég bara svona kildi einu svona. Og sér maður það? Hvað sér þau? Sér maður þetta eða? Jú, þú getur séð þetta, en þetta er svona bara X eftir, þetta er svona eitthvað svona sjóræningjastaður. Ja, þetta er svo að fá sér bara í lóan eitthvað, þetta er svona fjársjóðskort. Þetta er ekki lengur 977. Þetta er svo fjársjóðskort á Elinni og Rikki G. Ég fekk alveg respekt alveg í heila viku frá X-strákunum, sko. Heila viku? Já, það er nú bara... Magna frá mánu og frá... Það er 6 stöðum lengur en ég hef fengið. Ég held ég fengi toppa þetta á einu degi. Ég bara aldrei fengið respekt hérna. Sann gaman aðeim. En við erum búin að vera í stuði hér í dag. Við frættumst Sónar-hátíðina tónlistarhátíðina, 15. og 16. Nonni plögg í yfirgýr í dag. Þú stendur alltaf vel í plögginu. Já, við ætlum að reyma okkur einnóta dansskala og fara í hörpuna. Svo fengum við að kynast innri manni Óla Jóls. Já, við kynntumst til Óla Jól aðeins svo mikið. Nei, hann er æðislegur. Hvað er það vennar? Hann fór á kostum hérna, hann hingaði inn í Game TV. Topnáðu ekki. Og svo markþjálfurinn dagurinn á 15. Ég veit ekki hvað og ég skítapaði í flottuleikemni. Já, það var vandræðilegt. En Sverrir Bergman, takk kærlega fyrir að vera hér með okkur í dag. Við ætlum að enda þetta á stórkostlegu lagi. Það er listamaðurinn Sverrir Bergman. Jú, það er nafnið með lagi Ég fer ekki neitt. Gjörðu svo vel. Dásamlegt. Þegar ófært í huga mér, ég hefst ekki og ef vonlaus vafra ég jú þá er held ég ástæðan alltaf þú. Eftir að redda kvöldmandum. Kjúklingastaðurinn Suðurvegi. 14 farsælir áfangastæðir næsta sumar. Við lofum lægsta verðinu. Wow Air. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott er grænt perlunissa? Smyrðuðu með sírópi hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1.